Komið þið sæl. Ég ætla að fjalla fyrirgefninguna og það er mjög stórt hugtak og ég mun taka nokkur atriði fyrir sem mun svona vonandi opinbera hvað fyrirgefningin er þýðingarmikil fyrir okkar líf, persónulega. En fyrir mörgum árum síðan, hér á Íslandi, þá var læknarástefna og þetta við erum að tala einhverja 3 áratugi eftir í tíman, alþjóðleg læknarástefna og ég var að horfa á fréttir í íslenska sjónvarpinu og þá var viðtal við einhvern sérfræðinginn og hann sagði að 80% af öllum kvillum eða sjúkdómum, krankleika, má eiginlega rekja til svona sálarlegs, andlegs ástand mannsins. Og ég bara gleymi þess ekki, ég skrifaði þetta niður og við munum koma svona síðar svona aðeins dálítið að þessu. En hérna á einum stað í Biblíunni, Mattheus 16:21, þá kemur Pétur til Jesú og honum er greinilega mikið niður fyrir og hann segir við Jesú, hversu oft á ég að fyrirgefa bróður mínum? Og það er alveg ljóst að hann hefur lent í einhvers konar hrakvirði eða einhvers konar núningi við einhvern bróður sinn eða einhvern félaga sinn eða eitthvað slíkt. Og áður en að Jesús var tækifæri til að svara, þá segir hann 7 sinnum. Og Jesús segir, nei, ekki 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Þú er alltaf og ávallt að vera tilbúin að fyrirgefa. Og þegar Jesús segir þetta, þá er hann fullkomlega meðvitaður það að það að fyrirgefa, þá er þetta ekki að réttlæta brot þess brotlega á neinn hátt. En honum er samt sem áður, hann er algjörlega og sér yfir okkar líkama, hann sér hversu sálrænar afleiðingar þetta getur haft að fyrirgefa ekki, líkamlegar og andlegar afleiðingar það hefur að vera þannig staddur í lífinu með biturleika og geta ekki fyrirgefið. Og við ætlum að byrja á því að fara í sálrænar og tilfinningarlegar afleiðingar þess að fyrirgefa ekki. Og það er bara þannig með okkur öll, alveg sama hvar við erum stödd í lífinu og hvers konar uppeldi við hljótum, að við munum alltaf lenda í því í gegnum líf okkar að við lendum í einhvers konar uppákomum sem hefur með rétt okkar og stöðu að gera. Það er einhver núningur, þú segir eitthvað sem þú áttir ekki að segja og annar bregst við á móti, það er einhver sem talar illa því í vinnunni. Það er alls konar uppákomur sem við lendum í lífinu. Ég man eftir því þegar ég var að byrja mína göngu með Jesú og þá vorum við með svona, búin að vera einhver 2 ár kannski og þá vorum við trúboðsóp hérna í Reykjavík og það var svona ákveðin foringi við trúboðsópnum og við vorum að undirbúa okkur einn daginn og við áttum tal saman, ég og þessi foringi og ég deildi með hann svona ákveðnum hugmyndum og hann tók bara vel í þessar hugmyndur og allt í góðu lagi með það og svo var fundur með öllum, gott á daginn eftir eða eitthvað svoleiðis og þá segir þessi foringi, ég er hérna með ákveðna hugmyndir sem ég langar að segja við ykkur. Og þá deilir hann hugmyndunum nákvæmlega eins og ég hafi sagt og gefur sér allan heiðurinn. Og ég sitt hérna innan einhverja 10-12 manns og ég bara á ekki til orð, sko. Og ég sem á ég að standa upp og mótmæla, en þú veist, það var ekki, ég er sjálf bara að tala í kútin eða eitthvað. Þannig að ég svona bara geymdi þetta innra með mér og var með þetta svona berjast í huga mínum í 2-3 daga. Svo ég sem á ekki bara að tala við hann einslega og ég lenti svona áttu bara innra með sjálfum mér. Á endanum var það þannig að ég hugsaði með mér, ok, ég ætla bara að fyrirgefa honum. Og það tók líka smá tíma því að þetta var svona poppað upp í huga minn, kom aftur upp og ég sagði bara, Guð, ég er búin að fyrirgefa honum. Ok, hann má bara eiga heiðurinn að þessu, þetta er bara gleymt, þetta er búið og þannig hélt ég áfram. Á einum stað í Jakobsbréfinu segir, bræður, þegar þið ratið í alls konar raunir, þá álítið þessar raunir vera þannig að það mun efla ykkur og þroska. Og því ég jafnvel álítið þetta sem gleðiefni og mér þegar ég las þessi vers, þarna fannst mér dálítið erfið, sko, en það er mikill leyndardómur í þeim. Ég heyrði einu sinni lækni sem að lýsti þessu þannig, þegar þú ert í þannig ástandi, að þú getur ekki fyrirgefið, það átt erfitt með að fyrirgefa. Og ef þetta er svona orðið dálítið langvarandi, þá getum við orðið svona eins og þrælar hugsan okkar. Við erum alltaf að endurtaka brotið aftur og aftur í huga okkar og rifjum það jafnvel upp þannig og með því að hugsa með sjálfum okkur býtum, ef ég hefði nú bara sagt þetta, hvað hefði hann sagt þá? Eða hún? Og þannig förum við í gegnum eitthvað ákveðið ferli
og þetta verður svona svo pínlítill þrældómur í huga okkar. Við njótum ekki vinnu okkar sem skyldi og lífið verður ekki eins og það á að vera, svona frjálst og eðlilegt. Einu sinni þá man ég eftir því að góður vinur minn, hann kemur til mín og biður mig að hjálpa sér. Hann var kominn á nýjan vinnustað, og þetta er fullorðinn maður, ekki bara á miðjum aldri, nýbyrjar á nýjum vinnustað og það var einhver sem byrjaði að uppnefna hann. Nafni sem hann var uppnefndur þegar hann var lítill strákur, sem var algjörlega búinn að gleyma. Og þetta fór að spyrjast út á vinnustaðnum og fleiri fóru að pískra þetta nafn sem hann var uppnefndur. Þetta fór rosalega í hann því hann hafði svo slæmar minningar. Og smátt þá svona ágerðist þetta hjá honum, þannig að hann var farin að hugsa, ég verð að bregðast einhvern veginn við þessu. Og hann var búinn að láta svona í ljós svona að hann var ekki, þetta var óþægilegt og hann vildi ekki að fólk tala þetta, en samt var þessi eini náungi sem var svona skjótaðis inni á mjög viðkvæmum augnablikum. Og hann sagði við mig þegar hann kom til mín, með svona ráðgjöf á þessum tíma, veistu hvað ég er að hugsa núna? Ég er að hugsa að taka með mig vasanífinn í vinnuna og skera á dekkin hjá honum úti, ég veit hvar bíllinn er. Og ég gat bremsað hann af og sagt svona hugsuðu við ekki. En hann var kominn það langt sko að þú veist þetta var að fara að pirra hann. Hann langaði að gera eitthvað, hann langaði að hefna sín. Þannig að við settumst niður og ég útskýrði fyrir honum leyndardóm fyrirgefningarinnar að hann væri þannig að hann var ekki að réttlæta brotið þessa manns, alls ekki. En hann væri að taka þessi þyngsli, þessi áþján frá sér og leggja þau yfir á Jesú í rauninni. Og eftir smá tíma þá tókst honum þetta og þetta heyrðist áfram. En svo svona dóð þetta út á vinnustaðnum, kannski líka vegna þess að þetta hafði ekki áhrif á hann og hinn sá að þetta hafði ekki svona áhrif á hann. Og þannig náði hann sér út úr þessi félagi minn, en það getur stundum verið erfitt ef að brotið er kannski alvarlegt að vinna sig út úr þessu á þennan hátt. Tilfinningarlegar afleiðingar geta verið tímabundin þungi líka, eða jafnvel þunglyndi. Það þarf orku til að viðhalda beiskjunni sem er álag á líkama okkar. Og ég man einu sinni eftir því að það var félagi minn sem vildi fá mig í business með sér. Alveg bara borðliggjandi business. Og eftir að við búin að hugsa þetta og hann búin að leggja hlutin á borðið, þá ákvaði ég að taka þátt í þessu með honum. Og það voru ákveðna tryggingar sem myndu þá, ef allt myndi klikka, sem myndi þá koma til mín tilbaka. Þetta voru háar fjárhæðir. Og svo leið tíminn og ekkert virtist vera að gera og hann þurfti meiri pening og aðeins meiri pening til þess að hann vantaði bara svo lítið upp á, þetta var alveg að koma og endan var ég búinn að lána honum töluverðan pening. Og svo var svona nokkuð fyrir síðan að þetta var ekki að fara að gerast. Og þá byrjaði hann að kenna mér dálítið Ég var í Guðs maður og ég ætti bara að fyrirgefa sem er alveg rétt og svona eins og sneri dæminu dálítið við. Og ég man eftir í hvað þetta hafði áhrif á mig ég held örugglega 2-3 mánuði. Ég var ekki að sjá að peningurum var að koma tilbaka og ég af hverju gerði ég þetta? Af hverju var ég að þessu? Og við lentum í mörgum samtölum þar sem hann lofaði öllu fögru, meiri segja með lögmann við hliðina á okkur til að reyna ekki Einar Gaut af þessu, annar félagi minn og þannig að það var reynt að setla málin og það kom eitthvað brot tilbaka en á endanum var ég bara að fyrirgefa. Og það tók mér dálítinn tíma því að þetta var dálítið risti dálítið djúpt að því varst að gefa dálítið frá því dálítið mikið, þú búin að vinna fyrir því í langan tíma og ég fann bara svefnin, hann var ekki sem skildi og þegar ég fór að sofa á kvöldi þá átti ég oft bara erfitt með að fá svefnin en svo á lokum þá upplifði það bara ég er frjáls frá þessu, algjörlega frjáls en það tók mig ákveðinn tíma og ég er ekki að réttlæta brotið. Hann skuldar hennan pening og hann hefur sína samvisku gagnvart Guð og mönnum og hann verður að taka út sína refsingu því að þegar menn halda áfram að gera svona og brjóta að sér þá endanum lenda menn á einhverjum vegg. Ég var að halda fyrirlestur fyrirgefninguna í Skálholt einu sinni og þá kemur maður til mín
ungu maður og segir við mig, heyrðu, mér langar bara að taka í hendina því þú bjargaði lífið mín. Og ég sagði, hvernig má það vera? Það sjáðu nú til að eins og þú ert búin að vera að segja í lestrinum, þá er það þannig að við fyrirgefum ekki, þá getum við mynda tilfinningalegan svona fókus á þann brotlega. Og hann fer að segja, ég ólst upp í fjölskyldu sem pabbi var mjög opinn fyrir áfenginu og þetta ágerist með árunum og hann fór að vera drykkveldari og hann fór að leggja hendur á mömmu. Og þetta snerist upp í það, ég hugsaði með mér, ég ætla aldrei að verða eins og pabbi, aldrei. Og þegar hann var unglingur, þá gat hann gripið inni þegar handalögmál voru og svo ólst hann upp og síðan giftist hann var búinn að eignast 2 börn og hann var eiginlega komin í nákvæmlega sama ferlið gagnvart sinni konu og 2 börnum. Hann var byrjaður að drekka töluvert áfengi, hann var byrjaður svona að stjaka við sinni konu þegar hann var ósáttur og illa til hafður þanniglega séð. Þannig að hann satt þarna og var að hlusta á lesturinn og við báðum bæn þar sem hann bara fyrirgaf pabba sínum og bara losa þetta út. Þetta búið að fylgja honum hérna í einhver áratug eða meira. Þannig að hann gat bara losa þetta frá sér og leið getur hann jafnvel séð pabba sín í nýju ljósi. Því þú sérð ekki pabba þinn eða viðkomandi brotlegi réttu ljósi ef þú ert alltaf í biturleika gagnvart honum. Og hvað þú ert svo upptekinn á honum og þú smátt og smátt þetta líkjast þeirri hegðun sem þinn langar ekki að líkjast. Jesús segir á einum stað í Lúkas 6:45 að gnægð hjartans mælir munnur þinn. Þannig að því sem þú fyllir hugaðinn að kemur smátt og smátt hérna út sko. Sítrónan getur verið svakalega flott og fín inn í skáp hjá þér, í skáp. Svo tekur hann út og þú kreistir hana, þá kemur súrivökvin út. Og það oft þannig þegar við verðum fyrir pressu, þá reynir á okkar persónu, eins og í þessu samhengi. En það getur líka verið þannig, og ég svona stiklað dálítið á stóru, að það ákveðin augnablik í lífinu sem að geta verið þess valdandi að þau svona fylgja okkur dálítið í gegnum árin. Ég á mjög góða vinkonu sem að og við konan eigum mjög góða vinkonu sem að lenti í skilnaði fyrir mörgum árum, 15 árum síðan eða eitthvað. Hún gat ekki fyrirgefið manninu sinum, það var ekki séns. Og hún reyndi að afla stuðnings frá svo mörgum, frá mér. Bara hann gerði rangt, við fyrirgefum honum ekki. Þetta var svo alvarlegt brot og ég sagði bara við verðum að fyrirgefa og verða að losa þig frá þessu. Og þannig liðu mörg ár þar sem hún þjáðist verulega. Vegna þess, hún var svo rosalega hörð og gagnrýnin og var svo upptekinn af þessu, leitaði svo marga staði og menn voru ekki sammála og fór hún bara á nýjan stað og reyndi að afla sér svona einhver svona ulfylgis að þetta hefði verið alveg hræðilegt sem þetta var, en hún varð að losa sig frá þessu. Og það tók mörg ár. Sem betur fer þá tókst það í daginn og líf hennar bara gjörbreyttist. Það var orðið bara, hún var orðin beygð og það var ekki sjón að sjá sko, hvernig ástandi var. Þannig að atburður í lífinu geta haft mjög mikið að segja bæði til góðs og til slæmra hluta. Þegar ég var lítill patti þá eyddi ég jólunum mjög oft hjá ömmu og afa á Kvistaðunum í 101 Reykjavík. Við byggum þar tíma og á einu jólunum og aðfangadag þá gerðist það að amma hún setti alltaf upp svona festi, svona þunna jólafesti sem hún aðfangadag setti alltaf á sig. Og þegar hún ætlaði að setja hann upp þennan aðfangadag, svona 3 eitthvað, árum fara að elda matinn, þá hafði hún hniklast einhvern veginn þannig saman að það voru hnútaregin og það virtist alveg ómögulegt að leysa þessa festi. Og þarna voru flottir kallar og þeir reyndu og aðrir, en það tókst engum. Svo ég sá þessa festi þarna á borðinu og leita á hana og náði mér í títiprjóna og smátt tókst mér að leysa hana. Og þá var það einn frændi sem kemur til mér og segir, ég held hann að mér sé lagt hendina á öxlina á mér, ég hef kannski verið 7 ára, 8 ára. Þú ert bara snillingur. Þú átt örugglega eftir að vera gullsmiður eða eitthvað. Og ég get aldrei glemt þessum orðum. Og þetta svona, einhvern veginn lagðist hann í mig að ég treysti höndunum svona á mér. Gat málað og smíðað og gert allt sko.
Þannig að sérstaklega hjá börn geta rifist og þau gleyma því daginn eftir. En ef þú sem fullorðinn segir mjög alvarleg orð á vissum augnablikum, þá getur það mynda sár og skaða í krakka sem að fylgjur honum eftir mörg ár. Þannig að ég man líka einu sinni eftir því, svo ég tækjum hana dæmi, dálítið skondið dæmi, að ég var með æskulýðsstarf í Grensáskirkju. Gekk rosalega vel, mjög gaman að vera þar og einhvern tímann þá var bara svona hlé, það voru leikir og vorum á stundum 2-3 klukkutíma, rosa gaman. Við fórum út í sjoppu, ég og félagi minn, sem var þarna rétt hjá. Og ég að ganga frá sjoppunni, við bara saman, manni hvort ég var með kókflösku eða vatn eða eitthvað og það kemur lítill strákur svona labbandi á móti okkur. Hann stoppa beint fyrir framan okkur, horfir á mig og segir, heyrðu, þú ert rauðharður og ljótur. Og ég hef getað bara slegið hann í gangstéttina. Og ég var alveg eldrauðharður þá, bara mjög rautt hár og ég var mjög frekknóttur líka. Einhverju hluta vegna þá var þetta breyst svona í gegnum árin og við bara svona horfðum á hvern annan og hlógum og gengum í burtu. En þetta svona fór inn í huga minn og aðeins niður, býtti ég minna, ungur strákur, hann hlýtur að segja sannleikann, ekki hann að ljúga. Svo ég fór að koma einhver mynd inn í kollin á mér, svo bara hristi ég hausinn og gekk áfram og seinna mér horfði ég bara í spegil og hugsaði mér, vá, hvað þetta er fallegur maður. Nei, en þetta svona atvik, lítil atvik geta haft áhrif. Líkamlegar afleiðingar, magasár og hár blóðþrýstingur aðeins bara 2 dæmi það að lifa í biturleika. Gremja framkallar hormón og taugaboð sem að veikja ónæmiskerfið og geta haft líkamlegar afleiðingar. Og eins og ég sagði áðan, svefnleysi, líkamleg þreyta, þú nýtur ekki vinnuðinnar og þar fram eftir götunum, fyrir langa löngu þá kom maður til Íslands sem heit Ken Wright frá Nýja-Sjálandi, verkfræðingur og hann með lestra hérna á Íslandi og var svona með þá gjöf frá Guði, hann gat svona séð dálítið inn í líf fólks. Og ég man hann sá svona dálítið inn í líf mín og konu minnar og sagði okkur frá svona ákveðnum atburði sem gerðist deginum áður og deginum þar á undan. Og við vorum alveg bara, wow, hefur einhver verið að tala við hann, sem var ekki. En það var rosalega uppbörðin fyrir okkur því það var ekki bara hann var að segja okkur eitthvað heldur, sagði hann líka hvað bjarti hluti væri framundan. Og hann sagði sögu sem að ég bara festist í huga mínu, sem ég get ekki gleymt. Hann sagði, ég var að starfa svona sem ekki bara verkfræðingur heldur líka svona í þessum kristna geira og ég var kallaður á spítala. Það var stúlk kona sem lá þar mjög illa haldin. Hún var sem sagt lömuð og hún var smátt á versna og læknarnir vissi ekki hvað var að henni. Og ég var fenginn til að koma þarna til að biðja fyrir henni. Og þegar ég er þarna við rúmið og að biðja, þá sé ég allt í einu sýn og sé stúlku sem með barnavagn fyrir utan eitthvað hús og hún missir einhvern veginn tökin á barnavagninum og hann rennur niður litla brekku, lendur á kantstein og flippast yfir. Og sem sagt, hann sé bara, ok, ég verð að segja konunni þetta, þannig að þá rifjast upp fyrir þessari konu atvik sem átti sér stað þegar hún var 12 ára gömul. Og þá var það þannig að hún var sem sagt heima hjá mömmu sinni og vinkona kom í heimsókn með barnavagn og barn. Og hún var svona úti bara að passa, en henni verður eitthvað á, þannig hún missir vagnin eitthvað á undan sér og hann fer niður þessa brekku sem nú ekki mjög löng, en vagnin steypist og fer yfir og þær koma hlaupandi út, þær sjá þetta í gegnum eldhúsgluggann og taka upp vagnin og barnið allt í lagi og það bara allt í fína lagi. En mamman, hún skammar dóttur sína dálítið illa, sem hún þurfti beint ekki að halda á þessu augnabliki. Heldur meira faðm, þetta allt í lagi góða mín, en þetta settist í hana. Og þegar hún var 14 ára gömul, þá var hún flutt að heiman. Og svo liðu árin og það urðu aldrei góð samskipti einhvern veginn þarna á milli og sjálfsagt voru fleiri atvik og hluti sem komu upp, með þetta endaði með því að hún sem þetta var algjörlega flutt á heiman og svo veikist hún og svo byrja hlutirnir að gerast. Og þegar hún áttaði sig á þessu og mamman þarna sem líka, þá til að gera langa sögustutta, þá var svona stund fyrirgefningar og sætti, það var aldrei almennileg sætt á milli þeirra magna og það liði einhverju nokkri dagar þangað til henni fór að líða betur og vikurnar liðu
og eftir smástund var þessi konurinn útskrifuð. Þannig að sko það að lifa með biturleika í hjartanu eða beiskju eða öfund eða eitthvað annað sem þessu tengt mun hafa afleiðingar inn í kerfið okkar. Það er bara alveg augljóst. Stress hefur afleiðingar inn í kerfið okkar og svo margir aðrir svona þættir sem í kringum okkur eru. Það segir hérna í Sálmunum: meðan ég þagði þá tærðust bein mín. Og það getur líka verið sko eins og þessi tilfellin sem ég nefndi fyrst eða dæmi þegar einhver tók það sem ég hafði sagt og gerði það sínu, þá svona tærðust dálítið beinin í mér í þeim skilningi, en ég bara ákvaði fyrirgef og lokaði fyrir það. En ef maður gerir það ekki, þá getur líka verið gott að fóra að tala við viðkomandi og bara segja og reyna að ræða hlutinu út, og það er alltaf gott að gera það. En ef við þegjum bara og látum yfir okkur ganga og neitum að fyrirgefa og kalið og hatrið fer að rísa upp í lífi okkar, þá geta orðið til veikindi í kjölfarið. Það stendur líka: glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt geð það skræli beinin. Þannig ef bara depurð, einhvern tímann heyrði ég sögu af manni sem var að glíma við veikindi og hann legði sér fullt af svona spólum, svona grínspólum, og settist fyrir fram að sjónvarpi og svo bara var hlegið næstu 3 dagana. Og það hafði gríðarlega góð áhrif, bara að hlæja. Þú veist, að vera glaður, það er rosa mikið að segja. Þessir hlutur að fyrirgef ekki trufla þetta svo mikið. Andlegar afleiðingar, og þær geta verið nokkrar, að ef við fyrirgefum ekki, þá finnum við strax fyrir því að það er mikið erfiðara að eiga samfélag og samband við Guð. Það er bara, hann er búinn að fyrirgefa, punktur, hann er búinn. Sama hvað, við erum ekki að fyrirgefa, og þá bara einhvern veginn er stundum erfiðara að eiga samband við Guð, og þetta er ekki, þetta er svona aðeins síðar þegar við erum búin að ganga með þetta kannski marga daga, tala ekki um einhverja vikur, þá finnum við því að það eru mjög erfitt oft sambandið og samfélagið við Drottinn. Við erum erfitt með að fara ein og biðja. Við förum að hafa efasemdir að Guð elski okkur. Mér líður svo illa, af hverju breytir Guð þessu ekki? Og við sjáum ég svona ranga sýndóldið á hlutina. Sjálfsmynd mín er löskuð og Guð segir að við eigum að fyrirgefa eins og hann hefur fyrirgefið okkur. Og ég er í raunin að ræna með blessunum Guðs. Ég er í raunin að gera það. Þannig að þegar við erum á þessum stað, þá erum við svona dálítið að klippa á sambandið. Hann klippir aldrei á sambandið við okkur. Hann elskar okkur alltaf. En ástand okkar gerir það verkum að við eigum erfiðara með að heyra, eigum erfiðara með að fá leiðsögn, af því að við erum svo trufluð af því sem er að gerast innra með okkur. Þannig að beiskjan, hún villir okkur sýn. Nú sumir segja að tíminn, hann læknar allt. Og vissulega getur tíminn hjálpað til. Við lendum í atburðum, 4 árum, sem einhverju slæmum atburðum, 4 árum setna, þá erum við svona nokkurn veginn búin að gleyma þessu. Eða það hefur ekki mikil áhrif. Ef það kemur eitthvað hliðstætt upp, þá myndi það hugsanlega blossa upp aftur. En það er ekki alveg rétt. Og ég tek hérna eitt lítið dæmi, að ég var staddur á elliheimili, við vorum þar nokkuð saman að syngja og við gerðum þetta á sínum tíma mjög mikið, fórum á elliheimilin í Reykjavík og víðum land og vorum með svona smá kristilega uppákomu og örstutta prédikun, svo settist við niður og töluðum með fólk. Og ég man eftir því var að syngja þarna, einn í hópnum, að það var eldri maður sem var mjög svona eitthvað þungur og skorinn einhvern veginn allur. Og ég labba til hans þegar samveran er búin og sest hjá honum og hvort allt sé ekki í lagi og eitthvað svona, og þá kemur upp úr kafinu að hann hefur ekki talað við bróðið sinni í 40 ár. Og ég alveg 40 ár. Og hvað gerðist eiginlega? Og þá svona var hann bara ekki alveg viss. Það voru jú einhver atvik, og þetta var kannski ekki bara eitt atvik, það voru einhver atvik, en hann gat ekki einhvern veginn nefndu. Það bara var það, hann bara var búin að ákveða það og hinn líka, þau skildi ekki talast við. Þannig að þetta var svona mjög sorglegt og ég sá alveg svona hörkudrættina í andlitinu á honum. Ég fekk tækifæri til að biðja með honum. Ég veit ekki hvað gerðist eftir þetta, en
ég hef séð það ekki bara í þessu tilfelli, heldur líka í öðrum tilfellum, að hvernig það getur mótað okkur þessi harka. Þegar við erum búin að lenda í ykkur atviki sem við náum ekki að vinna úr, þá hefur það svona ósrátt áhrif í okkar samskiptum þegar síðar líður tíminn. Svona við bregðumst við öðruvísi, það vantar þessa mildi og auðmýkt af því að það er komin inn svona einhver biturð og við eigum oft erfitt með að svona ganga eðlilegan lífsfarveg og jafnvel teljum að vera réttan sem við erum í. Við erum svona bara orðinni á mótu dálítið í þessari hörku og það er bara orðið eitthvað eðlilega ástand. Þegar Guð vill breyta þessu og tala inn fyrirgefninguna og mýktina. Og ég bara segi ör í sálarlíf okkur sem fylgja okkur út ævina og vitna þá aftur í það sem ég sagði við þegar ég var lítill strákur á Kvistánum, hvað orð geta haft mikið að segja og ekki líka bara við börnin okkar, heldur líka tala ekki við nána. Og oft það þannig að þeir sem eru nánir, það eru erfiðleikarnir mestir. Það mikið minna það eins og vinnustöðum eða íþróttakeppnum eða félögum, getur líka verið félagar, en oft að þegar hringurinn þrengist, maki, nánir vinir, jafnvel bræður, systur, það getur þar oft svona geta erfiðleikarnir verið hvað mestir eða hvað alvarlegastir skulum við segja. Og þannig að ef við höldum aðeins áfram, ég segi getur gengið í ættir og Biblían segir í gamla sáttmálanum, eins og Einar kom hér að bæði bölvun og blessun getur fylgt okkur þegar við fylgjum ekki sáttmálanum. Þannig að þegar Ísraelsmenn fylgdu sáttmálanum, þeir gátu aldrei uppfyllt hann, aldrei. Þess vegna var það friðþægja. En ef menn fóru bara algjörlega út af götunni, eins og þeir gerðu stundum sem heil þjóð og þá voru þau bara herleitir í burtu, þannig upplifðu marga fjölskyldur sem fóru að tilbiðja aðra guði eða að gera eitthvað. Það var svona bara ákveðin bölvun yfir ættinni, yfir fjölskyldunni, svo yfir börnunum og barnabörnunum, þetta gat vitjast niður í 3. og 4. ættlið. Og ég hef séð þess dæmi að fjölskyldur sem eru bara endalaust í einhverju bulli. Og ég bara velti fyrir mig hver er eiginlega rótin? Þetta þarf ekki að vera svona. Og ég tek eitt lítið dæmi konu sem átti 2 dætur. Þær voru 16 og 18 ára. Og þær voru konar báðar með kærasta. Og þær voru búin að kynna kærastan fyrir foreldrum sínum. Mamman setti sig mjög fljótlega upp á móti þessum kærustum. Og til að skilja dæmið betur, þá hafði hún lent í því að eignast kærasta sem hún gifti síðan, þar sem móðir hennar og faðir voru á móti þessum ráðhag. Algjörlega á móti þessu. Samt giftist hún honum og til að sanna fyrir pappa og mömmu að það var allt í lagi hjá henni, þá ól hún dæturnar upp dálítið strangt og hún hafði skoðun á hlutunum. Þannig að þegar þær eignast kærasta, þá voru hún ekki alveg sátt við valið og ekki alveg sátt við hvert þær eru að fara. Þannig að hún setur sig upp á móti þessum ráðhag. Þegar þær einhverjum árum seinna, þá flytja þær að heiman og giftast. Og það er ennþá þetta svona rofna samband þarna á milli. Talast við og allt í lagi með það, en dæturnar vita að móðurinn er ekki sátt. Þær eignast börn. Þannig að sama atburðarásin er að fara að gerast aftur og aftur. Þannig að það var ekki fyrir að einstaklingu kom inn í myndina eftir að það urðu ennþá meiri erfiðleikar og samskiptaerfiðleikar sem kom inn í myndina og gat bent þeim á. Þannig að það var bara svona allsherjar uppgjör þar sem var gett upp við og afa og allir fengu svona nýja sýn á hlutina og hlutirnir læknuðust. En í hvað mörgum tilfellum gera það ekki og við erum að bera óþarfa svona þunga inn til lengri tíma. Þegar Guð bara, ég hef búin að gefa ykkur fyrirmynd, þú veist, ég hef búin að fyrirgefa, búin að gefa ykkur nýjan sáttmála og það er leið út úr þessu. En þannig það því miður ekki alltaf sem við viljum. Að fyrirgefa sjálfum sér, og nú fyrir við að koma að lokum, það getur líka verið mjög erfitt að fyrirgefa sjálfum sér. Og við veitum bara dæmið Pétur þegar hans afneitar Jesú 3 sinnum og hann er búinn að segja við hann bara, þú veist, einhverjum klukkustundum á undan, ég mun aldrei svíkja þig. Ég mun alltaf, bara, þú veist, ég mun tilbúin að ganga í dauðan, alveg sama hvað er. Svo lendir hann í því
rosalega, og Jesús segir honum áður en halinn galar myndu svíkja með 3 svar. Og það einhver sem spyr hann þarna þegar hann ylja sig við eldinn, hann að fylgjast með Jesú. Það réttaröldin þarna, hann komin inn í garð Kæfasar, æðstaprest, og getur fylgst með. Og svo einhver sem spyr hann, ert þú einn af þeim? Og þá hrekkur upp úr honum undir pressu. Þú veist, það pressa á honum. Það eru hermenn þarna, þú veist hvað gerist ef maður segir jú. Er hann þá handtekinn líka eða hvað? Þannig að það hrekkur upp úr honum, nei, ég kannast ekkert við hann. Og í 3 skipti gerist þetta, þannig að það segir að Pétur var farið út fyrir og hann grét beisklega. Hann sá alveg rosalega eftir þessu. Og þetta hljóta að vera mjög erfiði tímar þarna á eftir, þess að 3 daga áður en Jesús rís upp, að fyrir Pétur að gangi í gegnum. Eins og ég líka áður sagt ykkur að þegar að koma því að fréttirnar bárust því að Jesús var upprisinn og þeir eru á leið til grafarinnar að hlaupa, Pétur og Jóhannes, þá hleypur lærisveinninn sem að Jesús elskar, sem átti ekkert óuppgjört við hann, viss hann var elskaður, hann hljóp fram úr Pétri sem var algjörlega sakbitinn. Býtu, hvað ef hann upprisinn og ég á að fara að mæta honum? En við vitum að Jesús mætti honum einslega, skrifar Páll postuli, til þess meðal annars að lækna sárin. Og það gerði hann á svo undursamlegan hátt eftir þessa hræðilegu reynslu, þannig að Pétur kemur út mjög sterkur og verður einn af þessum lærisveinum sem að riðu brautina. Júdas hins vegar iðraðist ekki, hann hefði getað gert það. Hann hafði öll tækifæri, eða sem sagt, kærleikurinn var búin að vera umvafinn hann í allan þennan tíma sem hann var búin að ganga með Jesú. Þannig að hann var ekkit annað en að snúa sér til Jesú aftur og iðrast, sem hann gerði ekki því miður. Og það getur, ef við vitum að við höfum gert eitthvað rangt, þá er oft erfitt að bregðast við. Ég er ekki að segja ykkur að gera þetta sem ég ætla að segja ykkur núna, en þegar ég komst til trúar og ég var freka baldinn frá aldrinum kannski 13, 14 til 16, 17 ára og ég man eftir einu sinni þá stofnuðum við svona lítinn klúbb, 3 strákar eða eitthvað, og bara ef við förum inn í verslun, þá stelum við einhverju. Og það var bara svona, þetta var algjör vitlaus, ég stal einu sinni, hvort það var tannkremstúpa og svo var eitthvað meira og þetta var aðallega einhverjum 3 búðum. Og svo er ég komin til trúar og það er einhver maður að tala í púltinu, að vísu var ég þá staddur á skóla, biblíuskóla í Noregi, og hann er að tala um restitution eða uppgjör. Við höfum að gera upp líf okkar og lifa frjáls og svona og það bara þyrmir yfir mig. Þannig að hvað get ég gert? Ég veit ég gerði þarna eitthvað rangt sko. Þannig að ég tók upp á því, ég trúi því á þessu augnablikið Guð búinn að fyrirgefa, málið er bara dautt. En ef það plagar þig, þá tók ég bláa penna og skrifa þessum 3 verslunum. Ég tók hluti ófrjálsri hendi þegar ég var svona gamall. Þetta er þá kannski 4-5 árum eftir ég gerði þetta. Setti kennitöluna mína, ég minni mig ef ég sett einhvern smá peningi, ef ég vilja hafa freka samband, þá er kennitala mig hérna. Svo bara læti þetta frá og málið var dautt, skilurðu. En stundum er ekki einu sinni tækifæri til þess að gera hluti upp. Einu sinni var ég staddur á svona pínlítið ráðstefnu á loftliðum, það var svona businessmenn með svona kristin undirtón og það voru svona spurningar og spurningum var beint að mér og ég svaraði svona, það verið að tala meðal annars illa anda og svona hvað er að gerast í þjóðfélaginu og ég svaraði þessu dálítið svona digumannlega og svona. Svo er fundinu lokið og ég kem út í bíl, þá svona þyrmir dálítið yfir mig. Ég gerði þetta þannig að svo ég væri dálítið að upphefja sjálfa mig, svona dálítið stolt framkoma og mér leið bara hálf illa í bílnum. Og ég sagði, ég get ekki gert tilbaka og leiðrétt þetta, menn eru komnir út allt og hvernig ná ég svo sem að leiðrétt þetta? Allt sem ég sagði var í rauninni nokkuð rétt en það var svona dálítið hroki í þessu. Svona svo ég veit betur, já, ég veit þetta. Svo ég var að keyra í bílnum og ég alveg get nagað að mér handabökin en ég ákvað bara okkur drottinn, þú þekkir þetta og ég þakkaði fyrir að ég má bara, að þú fyrirgefur og ég biði bara að breiði við þetta og ekki láta fólk fá þessa sýn sem ég held að það hefði hugsanlega fengið á þetta. Bara læknaði ástandi og það tók mig bara 3-4 tíma. Þá var þetta svona bara runnið frá mér og ég þurfti ekki að hugsa meira þetta en ég skrifaði þetta niður til að nota svona til að ef eitthvað kemur upp á og ég það geti notað þetta síðar svona til að kenna eða uppbera aðra með en það getur verið erfitt að fyrirgefa og
ég man líka eftir dæmi þegar ég var nýkominn til trúar og þá vorum við stundum að rífast, ég og bróðir minn eldri og pabbi kom og greip inn í og skamma okkur og eitthvað svona og í eitt skipti þá mann það var Seltjarnarnesi, þá kemur hann alveg öskuvondur og það hefur eitthvað gerst þarna eins og bara hund skammar mig og venjulega, ég var náttúrulega orðinn þarna 18 ára, 19 ára og þá bara rífst maður dálítið á móti og kennir hinum og allt svona og ég átti sök að máli og þessi bróðir minn líka og hann alveg búinn að hella yfir sig og þá hrökk upp úr mér pabbi fyrirgefðu pabbi og hann var tilbúið með svona næstu og hann gat ekkert sagt og ég sagði ekkert meira og við horfðum bara hvorn á annan og svo fórum við sér hvort áttina og ég fór inn í herbyggi og ég var svona pérubil grét sko bara hvað sagði ég, þú veist, lét ég í minni pokan eða hann átti líka hluta þessu en það var eitthvað sem kom upp, fyrirgefði mér og það var eitthvað sem að gerðist í lífi pappa að heyra þessi orð. Ef ég hefði rifist á móti þá hefði bara allt verið eins og hefði verið undanfarna mánuð árin en þarna var eins og væri frækorni sáðinn í lífi hans. Var svona upphafið af því trúi ég að hann að fara að hugsa býtu er Guð til eða að því ég var náttúrulega að tala Guð þannig að auðmýkt undanfari virðingar. Þarna átti ég hluta máli en ég sagði fyrirgefðu. Og þetta svona breytti dálítið málinu og það bara þannig, ég er búinn að lenda í því nokkru sinnum í gegnum ævina að ég er ósáttur við mína konu. Svo ég tali nú persónulega ósáttur. Hún sagði eitthvað eða gerði ekki eitthvað eins og ég svona bjóst við eða eitthvað svona og gerast í einhver skipti. Þannig ég sagði, ok, ég segi ekki orð. Og svo þagði ég. Svo fórum við að sofa kvöldið, hljóð. Daginn eftir, fekk mér morgunmatinn, fór út, hljóð. Kvöld númer 2, ennþá hljóð. Hún talar ekki við mig, ég tala ekki við hana. Svo ég ákvað að segja, heyrðu mín, við erum að brjóta þetta. Það gengur ekki svona, ekki ætla að við fleiri daga svona. Bara fyrirgefðu mér það sem að ég gerði. Eða minn hlut í málinu. Og stundum kannski vissi ég ekki alveg, mér fannst þetta að vera hennar. Og þá segir hún, já, ég var líka dálítið stíð þarna og eitthvað og svo sættast menn og við biðjum og það er allt í góðu lagi. En það er óskup, ég segi ekki einfalt, en það stundum er leiðin þannig hjá fólki og það verður bara rof og þögn í 2 daga, svo kannski byrja menn að tala saman aftur. Svo kemur önnur upp á koma og það er rof í 2-3 daga eða eitthvað það nú er. Og svo verður svona byrðin dálítið þyngri og þyngri inn í okkur. Af því hluturinn er aldrei gerður upp. Jú, það er átt ágæti samfélag og svona, það er svo safnist aðeins í pokan. Og svo getur hann dálítið sprungi líka. Þannig að Jesús hvetur okkur til að ganga veg hennar auðmjúku og vera alltaf tilbúin að fyrirgefa. Og ég er ekki að segja það ef við maður láta þá hlutin að ganga yfir okkur á einn eða neitt hátt, bara alls ekki sko. Röng viðbrögð við því að lenda í svona átökum er að svara á móti bara strax. Einar sagði á þennan, við ætlum að telja upp á 10, það er mjög góð regla. Við þurfum alltaf að vera með vísdóm og yfirvegun og þetta vex með okkur þegar við lærum að fyrirgefa. Við lærum að fyrirgefa. Við auðvelt stundum reynum að ásaka einhvern annan, það gerum nú meira þegar við erum ung sko, en ég bara, mér svona hugsaði eitt dæmi að við ekkert að kvika, ef það gengið á okkur með óréttlæti þá tölum við það. Ef það er ekki hægt að tala það, við komum bara nei, þá segjum við bara ok og við fyrirgefum honum í hljóði, ef við hluta máli og gerum það beint svona. Stundum þýðir ekki að tala við fólk, stundum þýðir það. Og þá getur bara rökrætt og við leysum málin og tökumst í hendur. Allt í góðu. En þegar svo aðstæður, ef það er ekki uppi, þá er leið fyrirgefningarinnar þannig. Og stundum verður bara að biðjast fyrirgefningar því við höfum ekki aðstöðu til að ræða við viðkomandi aðila. Ég man eftir einu dæmi sem að ég var svona að reyna að varðveita réttlæti, þá var ég í grunnskólanum líka og ég lenti í því að ég var komin upp úr Vesturbæjarlauginni og það er allir krakkarnir búin að safnast eða saman og það var einn strákur í miðjunni og það var allir að gera grín á honum, svona hí á hann og hann var svona greinlegur í einelti, þessi drengur.
Þannig að mér leist ekkert á blikuna, hafandi alist upp að hluta til með frænda sem var vangefinn og þekkti svona aðeins til þessara veiku. Þannig að ég stóð inn í hringinn og gekk að þessum streng, fór fyrir framan hann og svo horfði ég á alla og eins og mér var tamt á þeim tíma ef einhvern slást og strákurinn beint fyrir aftan mig og bara hvað eiginlega að gera? Einhvern slást, þá fæ ég bara högg í hausinn. Það var misskilið þessa góðvild mína, farið úr stígvélinu þegar allir sáu og sló mig í hausinn. Og ég greip í hann og sagði, ég er að hjálpa þér og nefndi nafnið hans og svona og krakkarnir hlógu og fóru bara í burtu. En þetta var svona mjög erfið aðstaða fyrir þennan unga mann sem vildi reyna að hjálpa. Hann var orðinn að athlægi. En þetta svona bara fjaraði út, en við þurfum að standa vörð um réttlæti. Ég er ekki að segja það að við alltaf að bara fyrirgefðu. Við lifum fyrirgefandi lífi, en við kunnum líka bregðast við aðstæðum. Þú veist, við stöndum á sannleikanum. Við látum líka í okkur heyra. Við látum ekki yfir okkur ganga. Þannig að við erum tilbúin að stíga þessi skref. Ég ætla hérna að ljúka þessu. Sigur fyrirgefningarinnar og það er bara, við erum frelsi, við lifum áfram, við höfum skýra hugsun, við náum árangur í lífinu. Þetta hjálpar allt til þegar við lifum fyrirgefningarinnar. Við sjáum líka þeim brotlega í réttu ljósi. Ef þetta er einhver nákominn, getur verið kennarinn okkar eða nemandi eða hvað það nú er eða einhver félagi og við erum búin að fyrirgefa, þá förum við að sjá hann í öðru ljósi og kannski lenti hann í einhverjum átökum eða einhverjum erfiðleikum sem er þess valdandi að hann haga sér eins og hann haga sér í dag. Þannig að á réttum tíma, kannski líður einhvern ákveðin tími, þá fáum við tækifæri til að hugsanlega hjálpa honum út úr því sem hann er búin að lenda í. Þannig að hann upplifir líka þetta fyrirgefandi líf, en við fáum aldrei tækifæri til að hjálpa þeim sem í kringum okkur er, ef við erum á þeim stað að, þú veist, vera svona, geta aldrei fyrirgefið. Ég er ekki, og endurtrekað aftur, ég er aldrei að réttlæta brotið. Hann braut af sér og hann verður sjálfur að taka út sínar afleiðingar af brotinu. Eins og við sáum, þannig munum við uppskera. En þegar við fyrirgefum, þá fáum við nýja sýn. Þá sjáum við hlutina í því samhengi sem Guð vill að við sjáum það, því að hann er búinn að fyrirgefa öllum. Og ég sagði áðan að auðmýkti er undanfari virðingar og mér langaði að segja það að náðin sem Guð gefur okkur er óverðskuldaður velvilji Guðs þér til handa. Þú átt þetta ekki skilið, þetta er óverðskuldaður velvilji sem að Guð hefur gefið þér. Hann er búinn að fyrirgefa, og það er stærsti hlutin í krossinum, hann er búinn að fyrirgefa allar þínar syndir fram í tíman. Hann er búinn að því. Lífið þitt er fyrirgefið. Þannig að sporin sem við eigum að stíga í dag er að lifa lífi fyrirgefningar og það er líf sigursins, það er líf framfara, það er líf sem að nær árangur í lífinu af því að við erum ekki bundin einhverju sem heftur okkur hérna hið innra. Þannig að þetta er Jesús, hann gaf líf sitt á krossinu fyrir okkur, gaf okkur fordæmi og ef að þú vilt vera sá einstaklingur sem lifir þessu sigrandi lífi, þú ert ekki að réttlæta brotið, en þú ert að vernda sjálfan þig frá þessu sem getur meitt þig og fara rétta sýn á það sem er í kringum þig og þú vilt vera barn Guðs, þá ætla ég að biðja þeim að biðja með mér bæn sem að geri þegar barni Guðs. Góði Guð, ég þakka þér fyrir að þú dóst á krossið fyrir mig, fyrirgafst alla mínar syndir. Þakka þér fyrir að þú ert konungana og núna vil ég gefa þér mitt líf, kæri Jesús. Ég vil vera Jesú barnið þitt. Ég vil ganga veginn með þér. Ég vil taka á móti þér og ég vil játa þig, Jesús, sem konung og frelsara í mínu lífi. Takk fyrir þitt barn í Jesú nafni. Amen.